Heyrðu, bíðum aðeins hérna, er hún í... Komið sæl, ekki er ég meistarakokkur en ég get bakað brauð. Ég er rosalega góður í að baka brauð og svo er ég með ykkur hérna í dag búið til eiturpjessa og við erum stödd bak á Ísberg heimsendir, er það ekki, Kári? Það er rétt hjá þér, Ásbjörn, kallaði Bubba eða Ásbjörn. Bubbi. Já. Jú, við ætlum að búa til þennan eiturpjessaðinn, segir það. Eiturpjessi, já. Er ekki rétt hjá mér að engifer er mjög góður fyrir ónæmiskerfið? Já, svona með við nafnið á drykknum þá þetta hljómar það þannig að við kæmumst hvorugur hér út ef við drekkjum þetta. En jú, niturbasinn í engiferinu, hann raunverulega binst kolefniseindum sem eru í DNA-keðju okkar. En þetta er auðvitað allt of flókið fyrir því sem er lögulegan mann að skilja það sem ég er vísindamaðurinn en þú... Já, þú ert líka rosalega nálægt mér? Ég fyrirgefðu. En þú fórst nú í greiningu hjá mig fyrir í dag. Já, ánægður að heyra. Ég veit að þú ert tandurhreinn. Já. En það er þessi heimsendir, já. Já, heimsendir. Er þetta að fara að koma í veg fyrir heimsendir, Ásbjörn? Ætlum við ekki að heimsenda þetta? Já, það er heimsendir. Já. Já, það er svoleiðis. Já. En hvað, engiferin er alveg, þetta er baneitra helvíti. Svo er það sítrónan sem er súr og eplið gerir þetta dálítið sætt. Eplið er líka mjög niturbasabindandi. Já. Og genamengi þitt, já það verður alltaf betra eftir að borða grænt epli. Já. Það sé alveg ljóst. Já. En hvað hefur þessi drykkur gert fyrir þig? Hann er væntanlega áfengislaus. Hann er áfengislaus, já. Ég varð auðvitað að finna mér einhvern drykk sem að gæfi mig kikk eftir að ég hætti að nota... Það er svoleiðis. Já. Snemma á morgnana á fastandi maga að drekka eitt staupað eiturpjessa. Gefur manni auðvitað bæði orku og líka gerir það verkum að finnst mér að maður verður eiginlega óttalaus, gagnvart alls konar veirum og vesinni. Ég þyrfti nú að ná úr þér snefilefnum eftir að við höfum prófað að drekka þetta á eftir og ég set þetta undir smásjá mína niður í erfðagreiningu eftir og ætla að gá hvað þetta gerir fyrir blóðið. Geggjað. En ég er viss að þetta er einhvers konar æskubrunnur sem úr þessu verður. Já. Þessi eiturpjessa drykkur. Er það átti því sem ég lít hana vel út? Ekki það ekki. Er þetta ekki grísku prófíl? Ef þér finnst það sjálfum, þá er ég samt alveg til í að fara í einhverja samkeppni okkar á milli með það. Kári, takk innilega fyrir að vera með mér hérna. Það er bara minnstamáli heim, elsku drengurinn minn. Takk. Þá ætlum við að halda áfram með eiturpjessa, sem sagt við erum með engifer. Ég ráðlegg ykkur að skræla engiferinn. Það er ekki gott að hafa hratið utan á honum. Hann er það grófur að það skiptir miklu máli að við getum skrælt hann með einhverju dóti sem að svínvirkar. Þetta er auðvitað alveg baneitruð skræla. Það þarf ekkert að vera 100%. Þetta er bara svona, skiljiði mig. Þannig að þetta sé svona á nokkuð veginn. En svo skiptir máli og það er það að við hendum þeim ekki í heilum onni. Það er ávísun á vesinn. Þannig að við þurfum að skera þetta og taka af þetta. Þetta er eitthvað kungfúhnífur og þannig að við höfum þetta í einhverjum bútum. En án gríns, Kári var að segja áðan að þetta væri einhvers konar æskubrunnur. Þetta virkar, en það er ekki allir sem vilja þetta og það er ekki öllum sem finnst þetta gott. Það kemur stundum fólk í heimsókn, ég býð þeim upp á að smakka og sumir smakka einu sinni vilja þetta aldrei aftur. Aðrir segja bara þú veist ég er vanur þessu, þetta er gott. Maður þarf að venjast þessu, en þetta er ógeðslega gott, alveg ógeðslega gott. En það er alltaf betra í öllu sem hefur orðið eitur, það er alltaf betra að vera í smáskömmtum til að byrja með, ekki fara í einhverja ofurskammta, maginn gæti snúist við. En þetta ég kalla þetta eiturpjessa vegna þess að börnunum mínum finnst það spennandi nafn
og pabbi, þetta að drekka eiturpissa. Já, og svo kemur fólk í heimsókn og segir, má ég bjóða þér eiturpissa. Og síðan það sítrónurnar, það það sama, skrælunar, það ekkert issue, en mér finnst það skipta máli að það snirtilegra, það líka minna mál, kannski að hreinsa, sko. En við getum líka bara, sko, skorið af börkin, en við töpum kannski einhverju, en ekki þó það miklu. Ég veit ekkert hvað magn ég að fara að setja. Svona venjulega, sko, þegar ég að gera þetta, þá ég að gera þetta þannig að ég er kannski með svona 3 flöskur. Þið þurfið að eiga flösku sem bara undir þennan drykk, af því að þetta sest á, en þetta svolítið sniðug flaska vegna þess að þið getið tekið hérna botninn úr henni. Þetta kostaði þáttur, bara svo þið vitið það. Þannig að hérna, þið getið keypt þetta hérna, þessum stað, bak á Ísberg, og þetta er geggjuð flaska. Ég ætla að fá mér svona flösku, fyrst og fremst vegna þess að það er ógeðslega leiðilegt að þrífa glerflösku með tannbursta. Og það mitt hlutverk líka þegar ég að búa til þennan drykk, þá ég í því. En án gríns, ég held að þetta sé mjög gott og hollt fyrir ónæmiskerfið. Ég ætla ekki að fara að vera með einhverja Donald Trump yfirlýsingar ágæti þessa drykks, annað en bara það að þetta er góður drykkur, hollur drykkur og gerir öllum gott sem að drekka hérna og vilja eitthvað power, sko. Svo tökum við eplið og ég vil skræla það líka og það er ekkert að því, gott fólk, að skóla, sem sagt, bæði eplið, sítrónuna, engiferinn, þegar að maður er búinn að taka utan af, og þú veist, maður á að temjast við það með ávexti, maður á að þrífa þá. Það eina sem sem sagt, þegar maður að búa til þessa tegund af drykk, það það að það þarf að þrífa. Það þarf að þrífa vélarnar og þið þekkið þetta sem eru heima og eru með skal ég ykkur að segja svona vélar. Þá er bara fínt að þrífa vélina alltaf eftir hvert einasta skipti, aldrei láta sitja í henni, það ávísun á vandræði. Svo eru þetta mismunandi safapressur til og það eru alls konar og sumar eru með kröftugum mótor, aðrar eru með minni kröftugum mótor og þau geti keypt safapressur. Þetta kostar alveg frá 150.000 kall upp í niður í 30.000 eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað sem þið þurfum bara að finna út úr. En það er alltaf betra að vera með öflugri safapressu en ekki. Heyrðu, nú er ég búinn að vera að setja þetta sem sagt eplið, skólum það og sítrónuna, skólum hana, þetta er hreint og fínt. Svona, engiferinn við skulum bara af því að hann er þesslegur, ég er ekkert að stressa honum. Nú ætla ég að kveikja á þessari græjunni, ég hef aldrei séð svona græja áður. Þetta hljómar allan staðfærandi. Einhvers staðar var ég með, ég ætla bara að biðja Óla að rétta mér svona könnu. Já, Óli, sjáu þig, geggjað. Takkið eftir hérna. Hérna er ég með þetta. ADHEFG, eftir kemur Bubbi. Svo er ég með sigт og skál. Ég ætla að nota sigtuna til að taka hrattið af og byrjum við á engiferinum og sáum hvað gerist. Já. Þetta.
lyktin maður, þetta grín. Svo leifum við fólkinu sem hérna, það fólk að taka upp og eru hérna að aðstoða við þessa útsendingu. Ég gerir svona fyrir mig, já sæl, þetta eins og garðsláttuvél. Hérna, ég gerir svona fyrir mig og Hrafnhildi, þá geri ég svona hálfsmánaðar skammt. Þetta var alveg geggjað, þetta fór á stað. Þetta er að leggjast á þetta. Já, þetta er að koma, hún er að fara með mig. Nei, heyrðu, já, ég geri svona skammt fyrir okkur Hrafnhildi. Þetta er bara vesinn, maður. Sem sagt, ef þið eru með svona kröftuga safapressu heima, setið handklæðið eða dúk undir, annars fer hún bara á stað. Sjáðu, þetta er bara engifer sem við erum að setja núna. Bara engifer, og trúið mér, þetta er baneitrað. Já, ég geri hálfsmánaðar skammt heima. Ég er að gera svona þrjár flöskur, allavegna, og það er gott að hafa þetta í ísskápnum með þetta og það þarf að hrista þetta eftir skal ég ykkur að segja hverja nokkur hrista, snúa flöskun á hvolf, hrista, því það sest í þessu. Þetta er svakaleg græja, maður. Ekki svara, ég er með sláttuvél heima sko í garðinum, ég held hún sé ekki. Nú notum við þetta hérna til að í rauninni bara taka hrattið. Það verður alltaf smá, sjáu þið, við setjum það bara í vatnið. Nú tökum við epli og förum í garðsláttuvélina. Þetta er svaka græja, ég eiginlega... Nú setjum við epli, við blöndum epli. Leifum fyrst engiferinn að vera, svo tökum við eplið. En þið sjáum við að það þarf alveg skammt af epli í þetta til að ég myndi alveg spandera einu í viðbót sko. Einu epli í viðbót til að ég held að það eru byrjendur hérna í þætti og ef fólk ætlar að smakka þetta þá held ég að við reynum að gera þetta svona smá nammi líka þannig að þetta sé ekki bara hreinræktaður eitupjessi. Ég er sannfærður að Karl Örvarsson, hinn snjalli eftirhermu snillingur sem að nær Kára Stefáns þannig að Kári er ekki einu sinni viss sjálfur hvort hann sé að tala eða ekki. Ég er að setja sítrónu núna, ég set 2, 3, þið megið ráða og það er ekkert sem gildir í þessu, þið megið ráða skömmtunum ykkar, hvernig þið viljið hafa þetta. Og nú set ég þetta út í sítrónu og epli. Ok, og nú ætlum við, gott fólk, að reyna, ég er ekki alveg að sjá þetta gerast, en við skulum bara sjá hvort við náum ekki einhverju hérna úti á þess að þetta fari allt fjandans til. Djöfullega, fyrirgefðu. Ég þarf að borga 500 kall, ég var að blóta. En til að reyna að hafa þetta fáað, þá hvet ég ykkur til að fá ykkur eitupjessaglös. Þannig að, og þetta er sérstaklega gott auðvitað fyrir okkur alkana, þetta er bara svona fallegt minni að fá okkur í staupið. Og nú ætla ég að bjóða fólki að koma hérna. Og þetta er skál í botn.
Það fær enginn að smakka, þetta er bara skál í botn, svo geta menn farið hérna afsíðis og kúast eða Kári minn, má ég ekki bjóða þér bara taka fyrsta glasið, elsku vinur? Þakka þér ægilega vel fyrir það. Ég er bara vel að hlakka mikið til núna. Men þess að svona sterkan drykk hef ég ekki smakkað í þann svo langan tíma, bara held ég frá því að augað segi niður. Sem var nú, vegna að ég starði, fólk er nú búið að spyrja mér reyndar út í það. Ég starði of mikið í smásjána. Skál, Kári minn. Skál, Bubbi. Já, það rífur í. Ég skal segja ykkur það. Nú held ég geti bara beint í til landsmanna að margir geta hægt að drekka, þeir eru að leita eftir þessu rammabragði. Afsakið. Þetta er ákaflega hressandi, þakka þér fyrir. Heyrðu, gott fólk, sem sagt, það eina sem þið þurfið, engifer, epli, sítróna. Þetta er mjög sætur drykkur í dag. Þetta er ekki mjög sterkt eða beist. Þið þurfið góða safapressu. Sláttuvél. Já, þetta er sláttuvél. Og þetta getið þið fengið hér í Bekka á Ísberg. En ég myndi nú ráðleggja ykkur bara að þið notið bara það sem þið eigið til. En svo bara geyma þetta í flösku og hafa þetta kalt. Og ég drekk þetta 2 á dag. Hrafnhildur drekkur svona 3-4 sinnum á dag og hún er að drekka þetta úr glösum. Ég ætla að fá mér þetta svona einu sinni í viku kannski. Heyrðu, hérna Bubbi, ég hitti Kára Stefánssoni frammi. Vissu þú að hann var hérna? Þetta er Kalli, blessaður? Nei, blessaður Kalli. Blessaður, elsku vinur. Elsku vinur. Heyrðu, já, hvernig fannst þér þessi drykkur? Heyrðu, mér finnst hann frábær. Þetta er frískandi. Já. Byrjaðu daginn á þessu. Já, ég byrjaði daginn á þessu. Maður hérna, þetta bústar mann alveg upp úr, sko. Og svo bara 2 espresso skömmu seinna. Já, þá er þetta væntanlega komið í gang hjá maður. Þá er þetta komið í gang. En nú ætla ég að bjóða hérna vinur minn, hann Ólafur William Hand, komdu hérna, Óli minn, og Bjarni. En þetta er skál í botn. 2 metra regla. Og það er 2 metra regla allavega hjá ykkur. Ég bjóst ekki við þessu svona sterkur, sko. Ég verð að segja alveg eins og þetta. Passið ykkur, strákar, sko. Þið eru örugglega ekki vanir þessu, sko. Já. Þetta er gott. Kallmennskan. Og rífur í. Já, þetta er geggjað, maður. Ég er glaður, Bjarni, að hafa fengið að vera með hérna í dag. Þetta borðið þetta er sóðalegt svo. Er ég ekki að fara að taka til hérna eftir? En hérna er eigandinn, Bjarni, komdu. Áttirðu að vona á þessu? Nei, ég átti ekki vona á þessu. Þú átti nú bara leið hérna hjá mig í bæinn. Já. Heyrðu, og hvernig finnst þér, þetta er bæði sterkt, súrt og sætt. Þetta er rosalega mörg bragð í þessu. Já. Og þetta rífur vel í. Þetta rífur vel í. Og ég trúi því að þetta gerir það verkum að ég hafi bara ekki lagst í rúmið 13 í rosa langan tíma. Það er svoleiðis bara. Já. Þetta heldur í þrýskum. Já, ég trúi því. Svo er þetta fyrst ég trúi því að Martin gítarar sé besti gítarar í heimi. Og ég trúi því að þetta sé besti heilsudrykkur í heimi. Besta eftirherm í heimi. Já, trúin flytur fjöll. Trúin flytur fjöll. Það er náttúrulega bara svoleiðis. Og ef það gengur ekki, þá koma fjöllin til okkar. Já. Og ég var að hugsa hérna áðan, þú veist, þegar Kári og Bubbi eru hérna saman, sko, þá detti mér í hug að Kári tæki, sko, það er gaman að vera með hérna Bubbi, þá minni mér bara svolítið á það er þessi Karl Örvarsson sem er alls staðar að tróða sér núna sem ég. Já. En það sem ég finnst ákvæmlega vel valið hjá þessum dreng er það að hann getur nú ekki verið hann sjálfur til að vera skemmtilegur, hann þarf að vera einhver annar. En hann sé þá að velja mig og þig til þess. Það er ákvæmlega vel valið hjá honum. Af því að ekki verður hann það sem Karl virðist vera. Vel gert. Heyrðu, ég þakka fyrir mig hérna í dag, gott fólk. Sem sagt, eiturpési, verðu ykkur á góðu og njótið því. Takk fyrir mig.
Ég ætla svo að bæta hér örlitlu við, Bubbi, ef ég mætti koma hérna í setið. Sem sagt, nú verða heimsendir daglegur á næstunni hér í Bakó Ísberg. þar sem við fáum góða gesti og við fáum kokka hér á svæðið sem að fara að raunverulega kynna kannski eina uppskrift eða svo og kynna það fyrir okkur að þeir komi heim til okkar, heimsendir með veislu sem við getum þá væntanlega pantað hjá þeim fyrir væga og góða þóknun en við erum mikið heima, mikið búin að elda undanfarið en kannski langar okkur að fá svona alvöru aðkeypta veislu. Þá á Bakó Ísberg mjög marga vini sem, og í kokkabransanum sem verða hérna með okkur á næstunni og bara verið á þessum tíma bara að horfa og þið getur svo hort aftur og aftur og aftur. Þetta er á Facebook. Ég segja bara takk fyrir í dag, heimsendir, yfir og út. Og Bubbi, takk fyrir.